erum við bara búin að hefja þennan fund, við erum öll hjartalega velkomin. Í dag 7. nóvember 2025 og yfirskrift fundarins gleði og fögnuður. Og ég heiti Sara Pálsdóttir og hjá mér Einar Gauti maður minn og við erum hérna með vikulega lestra og hugleiðslubænir öll 50. live á Zoom og live á Facebook. Öll viljum við lifa lífi þar sem við getum verið glöð og fagnandi. Við viljum lifa lífi í gleði og fagnandi lífi. Og það kemur fram í biblíunni að gleði og fögnuður eru ávextir andans. Og gleði og fögnuður eru ekki bara tilfinningar sem að láta okkur líða vel eða gefa okkur veljan, heldur gleði og fögnuður líka orka eða kraftur, máttur sem hefur stórkostleg áhrif, ekki bara á okkur sjálf, heldur líka á kringumstæður okkar og sér í lagi okkar samfélag við Guð almáttugan. Þannig eru gleði og fögnuður ekki bara veljan og tilfinningar eða orka og kraftur, heldur eitthvað sem að varðar innstu kviku samfélags okkar við Guð. Kristin trú ekki trúarbrögð heldur persónulegt samband og samfélag okkar við Guð almáttugan. Það það sem að kristin trú snýst um. Og gleðin okkar og fögnuðurinn okkar hefur grundvallar áhrif á okkar velgengni og heilbrigði okkar í okkar samfélagi við Guð, við okkur sjálf og líka út á við til annara. Og ég veit ekki með ykkur og mig grunar að margir hérna inni hafa einhvern tímann upplifað það að ganga í gegnum svona þurrka tíð í sínu lífi, þar sem að fólk hafa kannski upplifað að hafa týnt gleðinni sinni, tapa gleðinni sinni, kannski einhver að upplifa það núna. En ég hef allavega upplifað það og það ekkert langt síðan að ég svona fór að skoða sjálfa mig og mér fannst svona eins og ég væri búin að bara týna gleðinu minni. Það bara var fátt sem að gaf mig gleði, ég var ekki glöð dagsdaglega, mér fannst ég ekki hafa ástæðu til þess að fagna og þegar ég fann fyrir gleði þá var það mjög stutt og það þurfti að hafa mjög mikið fyrir því. Þannig að ég upplifði svona þurrk og svona hálfgerða eyðimörk, svona tilfinningalega séð, gleðilega séð. Og ég var svona pirruð, andlega þurr og svona bara einhvern veginn svona skrælnuð og uppþornuð. Og samt var ég að biðja, eiga samfélag við Guð, lesa í orðinu, hugleiða, gefa af mér, hlusta á Guð og gera það sem ég taldi að Guð væri að leiða mig til þess að gera. Og síðan eitt kvöldi þá sá ég svona lítið myndbrot á TikTok af predikara sem heitir Josie Meyer og það var svona mjög stutt predikun þar sem hún var að segja að djöfullinn sækist einna mest eftir að stela gleðin okkar og hið illa leggur mjög mikla áherslu á að ræna okkur gleðinni og taka frá okkur gleðin okkar og fögnuðin okkar. Og ég svona horfði þá að tala til mér og ég fór að hugsa af hverju leggur myrkur svona mikla áherslu á að stela gleðin okkar? Hvað það við gleðina og fögnuðin sem að myrkri veit að svo magnað og stórkostlegt að það lögð svona mikil áherslu á að ræna okkur gleðinni. Af hverju leggur ekki myrkri áherslu á að ræna okkur allsnægtum okkar eða velgengni, hamingjun okkar eða einhverju öðru frekar? Og það af því að það einhver rosalegur leyndardómur sem að fólginn í gleðinni og í fögnuðinu. Það einhver svona hálfgerður svona, ekkert hálfgerður, það bara svona einhver ofurkraftur frá Guði almáttugum sem að myrkrið logandi hrætt við. Og þess vegna leggur djöfullinn svona mikla áherslu á að stela frá okkur gleðin okkar. Það einhver svona guðlegur leyndardómur og guðlegur kraftur sem svo mikilvægur og svo öflugur og svo áhrifaríkur að djöfullinn tilbúin að leggja mjög mikið á sig til þess að ræna okkur gleðinni. Og spurningin sem við þurfum að spyrja okkur, ætlum að leyfa því að gerast? Og ef það hefur nú þegar gerst, sem hefur gerst hjá mér, meðal annars, hversu lengi ætlum við að leyfa einhverjum að stela frá okkur gleðin okkar, taka frá okkur gleðina, eða veikja gleðin okkar þannig að hún verði mjög dauf og lítil og óheilbrigð? Og í þessum þurrki sem ég var að upplifa, þá fór ég að leita að orði Guðs sem að fjallaði gleði. Og
ég fór að biðja Guð að hjálpa mér að vera glöð og fagnandi. Ég vissi að það var eitthvað í minni gleði og ég fór að nota krafthugsanir. Ég fór að lýsa því yfir inn í eina andlegu veröld að ég væri glöð, að ég væri fagnandi og ég fór að skynja í anda mínum að boðskapur Guðs gleðina og fögnuðinn, að þessi boðskapur hans að segja okkur að vera glöð og að fagna nær langt út fyrir það eitt að líða vel og njóta þess að vera til. Og að vissu leyti, ekki öllu leyti, opinberar orð Guðs þessa leyndardóma og það er fullt af versum gleði og fögnuð í Biblíunni. Og við ætlum að fara hérna rétt yfir nokkur. Og boðskapur Guðs og fyrirmæli Guðs einfaldlega verið glöð, verið ávallt glöð, verið glöð í drottni. Og hérna vísa ég bréf Páls til Filippimanna. Og í Nehemía, 8. kafla 10. versi, það segir að gleði drottins styrkur okkar. Því glaðari sem við erum, því meiri styrk og því sterkari erum við. Og það segir þarna, verið því ekki hryggir því að gleði drottins styrkur ykkar. Og í Sálmi 100, sem mjög fallegu sálmur, þar segir, öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komið fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Við erum að þjóna drottni með gleði og koma fyrir hans auglit með fagnaðarsöng. Vitið að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans vér, líður hans og gæslu hjörð. Bara þessi eina vitneskja nóg fyrir okkur til þess að gleðjast og fagna og syngja með gleðisöng. Svo segir hérna í 4. versi, gangið inn hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum, lofið hann og vexa með nafn hans. Því að drottin góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Og í 5. kafla í Galatabréfinu það segir að ávöxtur andans, heilags anda, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Og það er svo mikilvægt að átta sig á að við sem erum endurfædd, við sem höfum valið að trúa því í hjartanu að Jesús Guð og játa með munnunum, við höfum endurfæðst og í því felst að þegar við stígum þetta skref að velja það að trúa því í hjartanu að Jesús Guð, játa með munnunum, það kemur andi Guðs inn í andan okkar og endurfæðir hann og við fáum nýjan anda sem fæddur af Guði. Og þannig byrjar andi Guðs að lifa og starfa í okkur og við verðum börn, synir og dætur Guðs. Og ávextir þessa anda meðal annars gleði og fögnuður. Og þegar við veljum að vera glöð og þegar við erum glöð og fagnandi, þá erum við í andanum. Og við höfum verið með predikanir andan versus holdið og hvernig orðið kennir okkur að lifa í andanum. Þá erum við að lifa í þessum guðlega parti af okkur sem fæddur af Guði. Og í Orðskviðum 17:22 þar segir, glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð tærir beinin. Og þannig verið að segja að gleðin gerir okkur ekki bara leið Guðs til þess að gefa okkur sinn styrk, heldur þetta líka leið Guðs til þess að hjálpa okkur að lifa í andanum okkar og þetta líka leið fyrir það sem Guð að kenna okkur líka að þegar við erum glöð þá fáum við heilbrigði frá Guði. Það hefur mjög góð og jákvæð áhrif á heilbrigði okkar og heilsun okkar að gleðjast og vera glöð. Og það er það sem Guð að segja okkur. Þannig að gleði Guðs gefur okkur heilbrigði líka. Og í Habbakúk 3. kafla það segir í 17. versu áfram, þótt fíkjutréð beri ekki blóm og vínviðurinn engan ávöxt, þótt gróði ólífutréðsins bregðist og akrarnir gefi enga fæðu, þótt sauðfé hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, hérna bara að segja að allt gengur á afturfótunum, bara allt búið að bregðast og ekkert að ganga upp. Þá segir hérna í 18. versi, skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Þannig allt gengur á afturfótunum og ekkert að ganga upp,
fyrirtæki að fara á hausinn, við erum að missa vinnuna, það ekki til matur í ískapnum, þú veist, þetta svona extreme dæmi, þá eigum við samt að gleðjast í Drottni og fagna yfir Guði. Og svo segir Drottinn Guð minn styrkur minn, fætur mín að gera hann fráa sem fætur hindarinnar og leyfi mér að fara hæðir mínar. Þannig að gleðin leið Guðs til að gefa okkur styrk, til að gefa okkur lausn, til að gefa okkur orku, til að gefa okkur kraft, til að gefa okkur þrótt, til að hlaupa yfir hæðir og fjöll og fyrndindi eins og hind. Og gleðin, hún fyllir á tankinu okkar á einu augabragði og við höfum meiri næga orku til að sinna því sem við þurfum að sinna og takast á við þau verkefni og þær áskoranir sem að lífið að koma með til okkar, að fylgja mér. Þetta rosalega mikilvægt. Amen. Og í Jakobsbréfinu í 1. kafla, þar segir: Kæri söfnuður, álitið það mesta fagnaðarefni því ratið í ýmiss konar raunir. Og hérna verið að staðfesta þess að segir í Habakúk: leið Guðs og boðskapur hans, þegar við göngum í gegnum erfiðleika, við göngum í gegnum raunir, þá eigum við að líta á það sem mesta fagnaðarefni, gleðjast og fagna. Svo segir: þið vitið að trúfesti ykkar vekur þolgæði, en þolgæðið á að birtast í því sem þið gerið, til þess að þið séu fullkomin og alger og í engu ábóta vant. Og þegar við bregðumst við erfiðleikum og áföllum og þrengingum og raunum með því að gleðjast og fagna og lofa Guð, þá opnum við fyrir kraftaverkakraft Guðs til þess að stíga inn í hjarta okkar, inn í líf okkar, inn í aðstæður okkar og lækna og leysa og umbreyta. Þannig að gleðin aðferð Guðs til þess að hjálpa okkur þegar erfiðleikar bjáta á. Þannig að þegar ég var að gangi í gegnum þennan þurrk og ég bara fann að ég var algjörlega gleðisnauð og fann ekki neitt fögnuð innra með mér, þá var ég að lesa þessi vers. En á sama tíma þá fann ég svo sterkt innra með mér í andanum mínum að leita fyrst Drottins með þessa spurningu, að leita hans og spyrja hann: af hverju finn ég ekki fyrir gleði? Hvar hún? Hvar gleðin mín? Af hverju ég ekki fagnandi? Og í þessu felst að setjast niður ein með Guði, bara inn í svefnherberginu mínu, og þá loka ég bara að mér þar að enginn getur truflað mig, og ég sest niður ein með Guði í ró og næði og fer í hans nærveru og bið hann að koma til mín. Það í mínu hjarta mín aðferð að leita Drottins. Og þegar ég gerði það, þá gaf Guð mér sýn, og í sýninni var ég og Jesús og gleði mín. Og gleði mín, hún var svona svört, flöt, skrælnu klessa á jörðinni. Og ég horfði á hana og tók hana svona upp og ég bara: þetta gleði mín? Af hverju gleði mín svona? Og ég hugsaði: vá, það eitthvað mjög mikið að gleðinu minni. Og svo upplifði ég svona smástund bara: hvernig stendur á þessu? Ég kristin, ég endurfædd, ég með Jesú í hjartanu mínu og ég með anda hans. Þú veist, ég á lifandi og náið samfélag við hann. Hvernig getur gleðin mín verið svona ofboðslega óheilbrigð, bara eitthvað svona svört uppþotnu klessa? Og Jesús gleði, Jesús fögnuður. Og þá kemur þessi lykil spurning og þetta lykil svar að í mínu hjarta var Jesús ekki gleðin mín. Í mínu hjarta var Jesús ekki minn fögnuður. Og af því að í hjartanu mínu hafði ég gert eitthvað úr heiminum af skurðgoði eða hjáguði sem átti að vera mín gleði og átti að gefa mig gleði og fögnuð, og það var eitthvað annað heldur en Jesús Kristur. Og þetta eitthvað sem ég gerði ómeðvitað, þetta ekki sem ég gerði vísvitandi og af ásetningi heldur, og það yfirleitt þannig sem það gerist. Og munið eftir þessari umræðu hvað eru skurðgoð og hvernig, og hjágur og hvernig það myndast í hjarta okkar, að þegar að það gerist þá lokum við fyrir í hjarta okkar fyrir Guð sjálfan til þess að vera það
sem að vera gleðin okkar eða vera fögnuðurinn okkar, vera friðurinn okkar og svo framvegis. Og þannig hafði ég ómeðvitað hafna Guði sem gleðinni minni og sem fögnuðinu mínum af því eitthvað annað hafði í hjarta mínu fengið það hlutverk. Og þá fór ég að spyrja Guð, hvað er það sem er gleðin mín? Hvað er það sem veitir mig gleði í mínu lífi og hvað er það sem gefur mig fögnuð? Og þegar ég fór að hlusta í bæninni þá komu svörin. Það var tónlist er gleðin mín, árangurinn minn, þegar ég næ mjög miklum árangri þá verð ég rosalega glöð. Afþreying gefur mér mjög mikla gleði, velgengni gefur mér rosalega gleði. Og þegar ég fór að sjá allt þetta, að fögnuðurinn minn og gleði mín var bundin í þessum hlutum en ekki í Guði sjálfum, að þá skildi ég af hverju hún var svona óheilbrigð. Og af því að ég hafði gert þessa hluti, tónlistina, árangurinn, velgengnina, afþreyinguna af gleðinni minni í mínu hjarta, þá var ég búin að gera allt þetta að skurguðum eða hjákuðum í hjarta mínu sem að lokuðu fyrir það að Jesús gæti verið gleði mín. Er það fylgja mér? Er þetta skýrt eða? Ég veit, þetta er þetta er einfalt þegar maður er búin að ná að skilja þetta. Og af þessu leyti var að ég átti enga raunverulega gleði og engan raunverulegan fögnuð, enga sanna gleði. Og þess vegna var ég svona snauð og Guð var bara að tala til mín með þessari vanlíðan sem fylgdi þessu. Þú verður að skoða hjarta, þú verður að vinna með mér og við verðum að skoða þetta saman og vinna í þessu saman. Og tónlist og árangur, velgengni, afþreying, allt þetta eru hluti sem maðurinn hefur skapað. Og Guð segir ekki reiða þig á menn eða reiða þig á það sem að mennirnir skapa. Þetta eru dauðir hlutir sem hafa enga getu til að gefa okkur það sem Guð almáttugur einn á að gefa okkur og vera í okkar lífi. Guð gefur okkur gleði og fögnuð. Guð er gleðin okkar og fögnuðurinn okkar. Hann getur gefið okkur gleði og fögnuð gegnum tónlist, árangur, afþreyingu, en þessi hlutir eru ekki uppsprettan heldur Guð einn. Amen. Og þangað til að Guð hefur fengið þessa stöðu í hjarta okkar að vera gleðin okkar og að vera fögnuðurinn okkar, þá getur gleðin og fögnuðurinn ekki verið fullkomin. Og það segir í Jóhannes 15, þar sagði Jesús, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Svo segir hann, þetta hef ég talað til til þess að fögnuður minn, fögnuður Jesú Krist, sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þegar fögnuður Jesú Krist er í okkur, þá er okkar fögnuður fullkomin. Og leið og ég bað og fór að fyrirgefa þessu, þá leiðréttist þetta í hjarta mínu og bara leið og það gerðist, þá fann ég bara hvernig gleði Guðs, þessi kraftur flæddi inn í hjarta mitt og þessi fögnuður og ég fór að brosa og ég fór að hlæja og gleðjast og þá gaf Guð mér aðra sýn og það var gleði hjarta mitt, þetta nýja hjarta sem að Guð gaf mér og það var Jesús og gleði hjarta, svona skínandi bjart, upplýst og rosalega mikið birta og ljós og bara mikið gleði og þá vissi ég að gleðin mín og fögnuðurinn minn voru læknuð þá og þegar á þessari stundu. Og þetta var svo mögnuð og falleg stund. Og við sem erum endurfædd og höfum tekið á móti Jesú, við vinnum með Guði til þess að hreinsa allan skít út úr hjartan okkar. Til að losa okkur við þessi skurgu og þessa hjákuði og taka til í hugafarinu okkar. Og hérna ætla ég að vísa í orðskviði 4. kafla 23. vers þar sem segir að við eigum að varðveita hjarta okkar framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Gleðin okkar er í hjartan okkar. Og hvað ætlum við að velja sem okkar gleði? Ætlum við að velja eitthvað sem er óforgengilegt, sem getur eyðst, sem getur yfirgefið okkur, horfið, eða ætlum við að velja það sem ætlum við að velja eitthvað forgengilegt segja, það sem getur eyðst eða horfið eða yfirgefið okkur, eða ætlum við að velja Guð almáttugan sem er alltaf eins. Hann hefur alltaf verið til, hann mun alltaf verða til og það er óendanleg uppspretta af gleði, af fögnuði. Og þetta á við allt, þetta getur átt við heilbrigði, frið, kærleika, ást, trú,
Von, við upplifum fyrst vonleysi þegar við erum að setja vonin okkar í einhverja dauða hluti. Þá fyrir við að upplifa vonleysi, en þegar Jesús er vonin okkar, þá höfum við alltaf von. Amen. Amen. Og þannig geta skurguð og hjáguður og hvað sem er, við sjálf getum orðið okkar eigin hjáguð ef við erum að segja ég á að gefa sjálfur mér eða sjálfur mér frið. Ég á að lækna sjálfur mig, ég á að redda þessu og gera allt í mínu lífi. Þannig að hvað sem er getur orðið skurguð og hjáguð og það myndast þegar við fyrir að tilbiðja eitthvað annað en Guð almáttugan eða þegar eitthvað annað en Guð sjálfur á að veita okkur eða vera í lífi okkar það sem Guð einn á að veita okkur. Hvað er það sem að gefa þér frið? Hvað er það sem að gefa þér lækningu, heilbrigði, frelsi, kærleika, stuðning, ást, leiðsögn, visku, tilgang, velgengni, virðingu, gleði og fögnuð, annað fólk, tónlist, áfengi eða bal eða bakkus, eins og ég kalla hann, vinnan, makinn, börnin þín, matur, líkaminn þinn, líkamsrækt og allt þetta getur orðið að skurgu í hjarta okkur. Þá er ég ekki að segja að þetta sé slæmi hlutir, alls ekki. Þetta eru góðir og blessaðir hlutir, en ef að við erum að setja hlutverk sem bara Guð á að gegna á alla þessa hluti, þá getur þetta orðið að skurgu og þá kemur myrkrið inn í þetta. Og þegar að börnin mín eiga að vera tilgangurinn minn, eða gefa mér tilgang í þessu lífi, hvað gerist þegar þau vaxa úr grasi og flytja heiman og er ekki lengur lítið börn? Þá missi ég tilgangi minn. Hvað gerist þegar vinnan mín á að vera virði mitt og mikilvægi mitt og sjálfsmyndin mín hangir í vinnunni minni eða á vinnunni minni og þá missi ég vinnuna og þá hverfur allt þetta með henni. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir til dæmis að það er svo erfitt fyrir marga hægt að vinna. Af því að það er svo ofboðslega, við erum svo ofboðslega mikið fjass hjá fólkinu í vinnunni sem nær langt út fyrir það að vera einhvers konar tekjulind fyrir okkur. Og þá fyrir við að upplifa tilgangsleysi eða virðisleysi. Að við séum einskis virði, við séum ekki mikilvæg, við höfum engan tilgang. Og sá eini sem getur veitt okkur allt þetta raunverulega er Jesús Kristur. Og sama á við til dæmis matur, ef matur á að vera huggunin okkar, vinurinn okkar eða leið okkar til þess að meðhöndla neikvæðar tilfinningar, þá fyrir við að borða í hvert skipti sem okkur vantar huggun eða í hvert skipti sem við erum einmana, í hvert skipti sem okkur líður illa. Og þá fyrir við að borða og þá fyrir við að borða kannski allt of mikið og síðan fyrir okkur að líða illa við því að vera að borða svona mikið og við erum kannski að þyngjast og þá kemur meiri vanlíðan, meiri einmanaleiki, við fyrir að einangra okkur og þá fyrir við að borða ennþá meira af því að maturinn á að vera vinur okkar og á að vera félagskapi fyrir okkur. En matur er dauður hlutur og hann getur ekkert gert fyrir okkur annað en að vera næring fyrir líkamann okkar sem að Guð gefur okkur í gegnum matinn. Amen. Og þegar að við leiðréttum þetta og losum út þetta skurgu út úr hjarta okkar, þá verður samband okkar við mat heilbrigt. Og ég þekki það sjálf, ég glímdi við átröskun í 18 ár, þannig ég þekki það að vera með stjórnlaust mjög óheilbrigt samband við mat. Og sama á við til dæmis áfengi. Ef áfengi hefur þá stöðu í hjarta okkar að áfengi á að gefa okkur tilgang, eða áfengi á að vera gleðin okkar, gefa okkur fögnuð. Ég verð að fara út og fá mér að drekka þegar ég fer út á djammið til þess að fá gleði og fögnuð. Ég get ekki slaka á nema að drekka áfengi. Áfengi er slökunin mín, áfengi er afslöppunin mín, áfengi er gleðin mín. En það er rosalega skammgóður vermi sem síðan leiðir að sér meiri ógleði og skömm og vanlíðan og niðurbrot heldur en gefur þér nokkuð og áfengi svíkur mann alltaf á endanum. Og þegar ég var virkur alkohólisti þá var áfengi eða bakkus risastór hjákuð mínu hjarta og ég hafði hugmynd um það. Ég vissi ekki neitt af þessu þá. Og áfengi átti að vera vinur minn, gleðin mín, fögnuðurinn minn, friðurinn minn, slökunin mín. Áfengi átti að gefa mér sjálfstraust.
Og þegar ég drakk vín, að þá átti ég að fá sjálfstraust út úr því og hugrekki og kjark. Og þannig var Bakkus svona minn stærsti hjáku og ég var svona algjörlega undir hælnum á honum og það er það sem að gerist þegar við gerum eitthvað af þessum hlutum að skurga í okkar lífi þá fara það vald yfir okkur og það fyrir að stjórna okkur. Og því stærra sem skurguðið því meira sem þú þarft að fá frá því meira vald hefur það yfir þér. Amen. Og allt þetta sem að áfengi átt að gefa mér gata aldrei gefa mér. Og það er ekki tilviljun að eina lækningin við alkoholisma er að finna Guð. Og þegar ég fór inn í AA og ég fór að trúa því að Guð, að æðri máttur geti gert með andlega heilbrigða nýju, þá fyrst var ég farin að geta að öðlast eitthvað bata og eitthvað frelsi frá áfengi og vímuefnum. Og það eina sem að gat og getur gefið okkur allt þetta raunverulega er Jesús Kristur. Sama á við friðin okkar, gleðina, fögnuðinn, frelsið, hamingju, lífsfyllingu. Þetta allt kemur frá Guði og hann gefur okkur þetta þegar hjarta okkar er rétt stillt gagnvart honum, meðal annars í gegnum annað fólk, í gegnum mat, í gegnum vinnun okkar, í gegnum makan okkar, í gegnum börnin okkar. En það allt er ekki uppsprettan. Og þannig getum við upplifað að vera svolítið föst í einhverja eyðimörk eða það er eitthvað ákveðið svið í líf okkar sem er óheilbrigt eða við erum að glíma við sama vandan aftur og aftur og það er bara skilaboð frá Guði að við þurfum að setjast niður með honum og skoða hjarta okkar. Hvað er í hjartanu mínu? Er ég með eitthvað skurgoð í hjarta mínu sem að loka fyrir Guð og þar að leiðandi bænin mín ekki að virka, þar að leiðandi kemst Guð ekki að til þess að blessa okkur með þeim hætti sem við þörfnumst til þess að uppfylla þarfir okkar. Og í rauninni þegar öll er á botninn hvolft, þá er eina raunverulega þörfin okkar er meira af Guði, meira af Jesú. Hvort sem það er í formi friðarinn hans, lækningar hans, heilbrigðis hans, frelsis, leiðsögn, visku, speki. Allt þetta er Guð. Og þannig getum við aðeins fest í eyðimörkinni, sérstaklega ákveðnum sviðum og þá leitum við Guðs. Og í Biblíunni er sagt frá því hvernig Ísraelar, sem voru útvalda þjóð Guðs, var föst í eyðimörkinni undir leiðsögn Móse í leið úr þrældómnum í Egyptalandi til þess að fara inn í fyrirheitna landið sem að flýtur í mjólk og hunangi sem Guð hafi lofað þeim. Þeir voru búin að vera í þrældóm undir Egyptum í 400 ár, ekki? Ég held að. Já, og leið frá Egyptalandi og inn í fyrirheitnalandi hefði landfræðilega séð átt að taka 11 daga, ekki? Jú, ekki mikið meira. Já, en raunverulega þá tók þjóðina 40 ár að fara í gegnum eyðimörkina og komast inn í fyrirheitnalandi. Og þegar við lesum Mósebækur og fleiri bækur í Gamla testamentinu eins og Esekiel, að þá blasir við af hverju tók þá 40 ár að ferðast leið sem hefði bara átt að taka 11 daga að fara. Og hvernig stendur á því að það voru bara 2 eftir af upprunalegu kynslóðinni sem að fór út úr Egyptalandi sem að komust inn í fyrirheitna landi. Allir aðrir voru látnir og þá komið ný kynslóð. Og það var einfaldlega að því að þjóðin var með rangt stillt hjarta. Kjörtu þeirra voru uppfull af hjáguðum og skurguðum og þeir voru fastir í skurguðadýrkun. Þeir voru villtir í hjarta sínu og fylgdu ekki Guði. Og aftur þá teygði Guð út sína útréttu hönd til þeirra en henni var hafnað, vantreyst eða treyst í smá hluta en svo leið og komu erfiðleikar eða eitthvað bjátað á þá var henni aftur hafnað. Og í Esekiel í 14. kafla þar er talað þetta, þar sem að öldungarnir í Ísrael er að leita til Esekiel spámanns og drottinn talar og hann segir: þessi menn hafa sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og setti fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. En Guð segir líka: ég mun grípa hjarta þeirra sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgoða. Það sem gerist við fjarlægumst Guð þegar kemur skurgoðin í hjarta okkar og við lokum fyrir. Og Guð segir:
snúið ykkur frá skurðgoðum ykkar og snúið baki við allri viðurstyggð. Og það er talað þessi skurðgoð sem viðurstyggð eyðingarinnar í Biblíunni. Þetta er svo alvarlegt. Þannig að ef við erum að upplifa svona þurrk eða eitthvað svona óheilbrigði á einhverju sviði þar sem okkur finnst við ekki vera að fá það sem að við vitum að Guð er og vitum að Guð getur gefið okkur, þá setjumst við niður með Guði og við eigum þetta samtal og við skoðum hjarta okkar. Og við skoðum bara, er ég með skurðgoð sem á að vera gleðin mín, að gefa mig gleðin og þess vegna er gleðin mín ekki heilbrigð. Og okkar dvöl í þessari eyðimörk snýst ekki endilega það sem við gerum, heldur það sem við verðum með Guði. Af því að ferðalag okkar með Jesú er andlegt ferðalag þar sem að hann er að móta okkur og umbreyta okkur og við erum að þroskast og við tökum alltaf skref smátt og smátt til að verða líkar í Jesú Kristi. Það er markmið að líkjast honum, að verða eins og hann. Og að læra að ganga með Guði og á hans vegi í svona fullkomnu trausti í trú og verða svona eins og lítil börn sem eru glöð og fagnandi í algjöru trausti að Guð faðir okkar sjái fyrir okkur, passa okkur, vernda okkur, lækna okkur, bjargi okkur, uppfylli allar okkar þarfir og gefi okkur líf í fyllstu gnægð eins og Jesús sagðist vera komin til þess að gera. Og hérna ætla ég að vísa í Jakobsbréfið í 4. kafla 8. vers þar sem segir nálagið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Og einar af mínum stórkostlegustu stundum í mínu lífi er þegar ég loka mig af í herbyggi og ég sest upp í rúm og ég fer með bæn og ég segi Guð, ég ætla að vera hér hjá þér. Ég ætla að taka núna klukkutíma bara með þér í þinni nærveru. Viltu tala til mín, sýndu mig hvað er í hjartanu mínu, leyfðu mér að finna fyrir þér, leyfðu mér að heyra, ég ætla að hlusta. Bara, þetta er að knýja á Guð. Og þetta er að nálægja sig Guði og þegar við gerum þetta, þá nálægjar hann sig okkur og stórkostlegir hlutir gerast innan með okkur. Bara nærvera Guðs umbreytir hjarta okkar og læknar og hreinsar út það sem er ekki frá Guði. Þannig að ef þið eruð ekki að gera þetta, þá bara hvet ég ykkur til þess að pröfa þetta. Ef þið finna hugurinn eitthvað milljón til að reyna að gera þetta, segi ég bara í Jesú nafni skipa ég hugsunum mínum að vera hljóðar og fókusa á Jesú Krist. Við höfum valdi yfir okkar eigin hugsunum, yfir okkar líkama, yfir okkar huga og við notum það líka og við þjálfum okkur í þessu. Og svo segir hérna, hreinsið hendur ykkar þið syndrar og gerið hjörtun flekklaus þið tvílyndu. Og það tala mikið það í Biblíunni, ekki vera tvílynd, ekki haltra til beggja hlíða, verið einhuga við Guð, verið brennandi með Guði og það er bara þessi skilaboð að við séum ekki með annan fótinn í heiminum að dýrka og tilbiðja skurðgoð hjá Guð, heldur erum við einhuga við Guð. Allar okkar þarfir, allt sem við erum, er Jesús Kristur í okkur. Og fyrirheitnalandið, það sem allt flýtur í mjólk og hunningi, er Jesús Kristur. Og það sem hann vil gefa okkur og vera fyrir okkur. Ok, amen. Þannig að þegar við erum búin að komast að því, núna vitum við hver ástæðan getur verið að okkur skortir gleði, okkur skortir fögnuð, eða við erum að upplifa þurrk á einhverju ákveðnu sviði. Það eru sömu prinsip sem eiga við allt, hvað sem það er friður, kærleikur, heilbrigði, velgengni, allsnættir. Það eru sömu prinsip sem eiga við eins og þau sem ég er að kenna núna gleðina og fögnuðinn. Og það er einfaldlega það að við höfum eitthvað annað en Jesús Kristur hefur þá stöðu að vera þetta eða gefa okkur þetta í hjarta okkar. Og þá þurfum við að spyrja okkur, hvað er það sem að gefur mig gleði, er gleði mín, hvað er fögnuður minn eða gefur mig fögnuð í mínu lífi? Og þá þurfum við að fara í bæn og hugleiðslu, biðja Guð að opinbera þetta fyrir okkur, sýndu mig Guð. Hvað er það sem að gefa mig gleði og fögnuð sem ekki þú? Og þá kemur upp í hugan, er það peningar? Ef ég á mikið peningin á bankanum, er það sem að gefa mér rosa gleði? Eða er það sem að gefa mér öryggi? Það var þannig hjá mér. Peningar voru risastórt skurðgoð í mínu lífi því að peningar gáfu mér öryggi, frelsi, frið, gleði, alls konar sem að peningar get ekki gefið okkur.
Guð gefur okkur þessa hluti meðal annars í gegnum peninga, en peningar er ekki rótin. Og það er mjög alvarlegt að vera með peninga sem hjáguð eða skurðgoð. Það er mjög mikið myrkur sem getur komið þar inn. Þannig að við spyrjum, hvað er það sem að gefa mig gleði? Er það árangur, börnin mín, maki, matur, áfengi og svo framvegis? Og bænin sem að Biblían gefur okkur til þess að hreinsa út þessi skurðgoð og þessa hjáguði er eftirfarandi: við komum með þessa hluti fram fyrir Guð, þessi skurðgoð, og við iðrumst í hjarta okkar yfir því að hafa gert þá að hjáguðum eða skurðgoðum í okkar hjarta. Við iðrumst þess. Og það er bara, það er ekki þannig að við einhvern veginn bara látum okkur hrynja niður í gólfi og grátum og reytum hár okkar og rífum klæð okkar eins og það stundum lýst í Biblíunni þegar einhver er að iðrast. Við segjum bara, Guð, bara ég kem fram fyrir þig með þessi skurðgoð hérna, og ég iðrast, fyrirgefðu. Þetta er bara svona einfalt. Bara einlæg iðrun, bara fyrirgefðu, Guð. Ég vil ekki hafa neitt annað en þig, efst í hjartanu mínu. Ég vil ekki, að gleðin mín komi annar staðar frá. Þannig að það er iðrun og síðan afhendum við skurðgoðinn og þessi atriði inn í iðrun Jesú Krist. Þegar Jesús dó á krossi, þá gerðist hann ekki bara synd okkar vegna og dó fyrir syndir okkar og fyrirgaf þær, heldur iðraðist hann fyrir hönd okkar allra. Og hann iðraðist allra skurðgoða og allra hjáguða og alls fráhvarfs og aðskilnaðar frá Guði líka. Þannig að þegar við afhendum, og þannig að iðrun Jesú Krist er svona rosalega öflugur kraftur, alveg svo kærleikur Guðs. Þegar þú segir bara í Jesú nafni, þá bara stíg inn í kærleika Guðs eða inn í ljós Guðs, þá er eitthvað að gerast í þessari andlegu veru. Þetta er ekki innantóm orð. Þetta er kraftur frá Guði. Þetta er lækning og lausn frá Guði sem Guð er að gefa okkur. Þannig að við afhendum þetta inn í iðrun Jesú Krist og við neglum þessu skurðgoð á krossin. Og þegar við förum inn í þessa bæn sem við ætlum að gera núna, bara rétt og eftir í hugleiðslubæninni, og framkvæmum þessa litlu athöfn í hjarta okkar, þá fer skurðgoðið eða hjáguðin út og Jesús kemur inn. Þetta er rosalega kröftugt og það gerist strax. Við þurfum bara að gera þetta einu sinni og þá er þetta komið. Og við sem höfum stigið þetta skref og ætlum að gera þetta í hugleiðslubænina eftir með gleðin okkar og fögnuðinn, við þurfum síðan að varðveita gleðina inn í hjarta okkar þegar hún er orðin heilbrigð, og við pössum upp á hana, fókusum á hana, við fóðrum hana, við varðveitum hana og við tölum gleðina og fögnuðinn aldrei niður. Þannig að við segjum ekki hluti eins og ég á enga gleði, ég hef enga ástæðu til þess að vera glöð eða glaður, ég get bara ekki fagna, ég hef ekki til þess að fagna. Við tölum ekki svona, við tölum ekki niður gleðin okkar. Við segjum frekar óháð því hvernig okkur líður þá stundina, gleði drottins er styrkur minn. Jesús gefur mér endalausa gleði og ég gleðst yfir því að vera til. Ég gleðst yfir Jesú Kristi. Ég er rosalega glöð manneskja. Ég bara er alltaf glöð. Það kemur bara leið og maður segir þetta og þú segir þetta af innlifun, þá kemur gleði. Þá kemur þessi kraftur og hann byrjar að framleiðast innan með þér. Þannig að þetta virkar mjög vel. Og það getur líka bara verið litlir hlutir eins og að taka ákvörðun morguninn, að brosa til allra sem þú hittir. Að senda frá því gleði. Gleði er kraftur líka sem við sendum frá okkur, og þegar við brosum og sendum bros, þá erum við að senda gleði og við fáum það tilbaka. Gleði er þannig líka val og ákvörðun. Gleði er eitthvað sem við framkvæmum og gerum. Og daginn þá lá ég upp í rúmi hjá eldri drenginu mínu sem 9 ára gamall og við vorum áður en hann var að fara að sofa og við vorum að spjalla svona og ég spurði það svona, ef þú getur breytt einhverju einu við mig, hverju myndirðu breyta? Og hann var svona að hugsa málið og svo sagði hann við þig, ég væri alveg til í að ef að þegar þú tala við pappa minn og hittir pappa minn að þá værirðu glaðari. Og ég eitthvað, já, mér fannst þetta svo áhugavert, ég segi, já, ég ætla að hugsa þetta og ég ætla að skoða þetta. Og svo eftir þá fór ég að hugsa þetta og ég fór svona að skanna okkar samskipti, við erum ekki saman lengur og og þá áttaði ég mig á því að það var engin gleði í okkar samskipti. Samskipti okkar eru bara mjög svona kurteis,
Þú veist, það er ekkert að þannig séð, þú veist, og við ræðum saman, en við þurfum að ræða saman drenginn, en það var engin gleði. Og þessi samskipti voru ekki að gefa mér fannst þið ekki skemmtilega eða þægilega, þau voru ekki að gefa mér neitt. Þannig að ég tók það ákvörðun að markvisst byrja að brosa til hans, vera með svona gleðitón í röddinni ef ég talaði henni í síman, ef hann kom hérna fyrir utan í bílnum að þá svona vandaði mig við að brosa til hans og vinka. Og það sem að gerðist var að fyrir mig þá breyttist allt í okkar samskiptum. Ég hætti að vera pirruð eða grömi við því ef að hann gerði ekki það sem ég vildi eða gerði það sem ég vildi ekki. Þú veist, ég hætti að reyna að stjórna honum eða reyna að hafa áhrif á hvað hann var að gera, hvernig hann gerði hlutina. Og ég fann hvernig kærleikurinn minn gagnvart honum og væntumþykja fór að aukast innra með mér. Og það varð einhvern veginn allt í okkar samskiptum léttara og þægilegra og betra bara við þetta eina pínu litla shift. Spáðu í þessu. Og ef við getum tekið þetta og sett þetta yfir á öll okkar samskipti, það mun gjörsamlega gerbreyta öllu okkar lífi. Og í þessu felst líka að við mætum Guði í þessari gleði og sjálfum okkur. Við erum glöð með okkur sjálf og við fögnum líka okkur sjálfum. En við erum ekki bara einmitt dagurinn, að ég fara að þrauka hennar dag. Hvernig kemst ég í gegnum hennar dag? Það er eitthvað leiðilegur dagur. Þú veist, við getum risið upp úr þessu og hugsa með okkur, hvað get ég gert í dag til þess að gleðja einhvern annan? Hvernig get ég hjálpað einhverjum öðrum að vera glaður? Til dæmis með að brosa til viðkomandi eða hrósa eða senda frá mér einhverja blessun sem að gefur annarri manneskju gleði og því meiri gleði sem við gefum, því meiri gleði fáum við tilbaka. Amen. Amen. Og stundum þá þurfum við bara að fake it till you make it. Suma daga, þá vaknar maður bara stúrin og pirraður. Suma daga maður glíma með alls konar erfiðleika og maður er bara eitthvað ekki glaður og þá þarf maður bara að fake it till you make it. Brosa, byrja að segja ha 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 ha, ég er glöð í dag eða syngja gleðilagið sem þú syngir stundum. Hérna gleði, líf mitt er og setja eitthvað skemmtilegt lag, þú veist, segja einhverjum brandara, bara vísvitandi á ásetningi vera glaður. Amen. Af því að því meiri gleði sem er innan með okkur, því stórkostlegara kraftur Guðs í líf okkar. Og þegar við erum í gleðinni þá erum við í andanum og það segir í Lúkasi 22, við tökum upp krossin okkar daglega og fylgjum Jesú. Það er ekki við sjálf sem lifum lengur, heldur Jesús Kristur í okkur. Andinn á að stækka, holdið á að minnka og því stærri sem Jesús Kristur verður í hjart okkar, í and okkar, því minna og veikara verður holdið. Og þetta er ferðalagið með Guði sem á sér stað eftir að við veljum að setja Jesús efst í hjartað og henda frá okkur öllum hjákugum og skurgum, því að það er það sem holdið er. Það segir í Galatabréfinu í 5. kafla 24. versi, þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum og við krossfestum þessi skurgu og við krossfestum þessa hjákviði og látum Jesús vera allt sem við erum. Amen. Amen. Halleluja, og svo megum við muna eftir því líka að þegar við gleðjumst, þá gleðst Jesús með okkur og hann gleðst yfir okkar gleði og þegar við náum að velja gleði, þrátt fyrir erfiðar kringumstæður, þrátt fyrir að einhver sé fúll við okkur og við veljum samt gleðina með Jesú, þá er svo rosalegt gegnumbrot og svo rosalega sterkur sigur inn í líf okkar. Og jafnvel láta við upplifum að enginn sjá það, Guð sér það alltaf. Amen. Og Guð gleðst með okkur. Þannig að við skulum vanda okkur að gleðjast og þetta er eitthvað sem við iðkum og stundum. Amen. Amen. Frábært. Við ætlum að fara, takk skar mín, við ætlum að fara í
Það er einhver að spyrja hérna, það er fullt af umræðu hérna inn á TikTokinu, við ætlum að skoða þessu umræðu eftir, við ætlum að fara núna í hugleiðslu bæn, þar sem við ætlum að fara í gegnum þessa bæn með, sem ég var að segja áðan, bara skoða hjarta okkar, allt í lagi þótt þú sjáir ekki einhverja rosa sýnir, Guð sér hjarta þitt og þína einlægu löngun til þess að losa ef öll skurguð sem hafa verið, ef að þau hafa verið til staðar varðandi gleðina eða fögnuðin eða eitthvað annað, og við afhendum þau, við ætlum að iðrast afhendin í iðrun Jesú Krist, neglit á krossin, ég mun leiða bænina, þið þurfið bara að endurtaka eftir mér, annarkvort upphátt eða bara í hljóði í hjartanu, það er líka nóg. En áður en við förum inn í þessa tilteknu bæn, þá ætlum við að fara með bæn sem heitir frelsisbæn. Þetta er mikilvægasta bæn sem við getum nokkuð tíma beðið og í þessu felst að við veljum einlæglega að trúa því að Jesús sé Guð, að fylgja honum og gera hann að Guð og drottni og leiðtoga lífs okkar. Og þegar við förum með þessa bæn, þá kemur andi Guðs, endurfæðir andi okkar, þannig verðum við endurfædd börn Guðs og þannig fáum við aðgöngu með hann inn í himnaríki Guðs. Þetta er eina leiðin inn í himnaríki Guðs. Það er í gegnum Jesú Krist og það er framkvæmt meðal annars með þessari bæn. Þannig að við byrjum á henni, síðan ætlum við að skoða hjarta okkar, losa út öll skurgoð, leyfa Guði, lækna gleðin okkar og fögnuðin okkar og síðan ætlum við að velja gleði og fögnuð í öllum kringumstæðum. Sama hvar við erum, hvað við erum að gera, við bara ætlum að vera glöð og fagnaði. Amen. Já, og það er hægt. Ég þekki Einar, hann er alltaf glaður og það var eitt að fyrsta sem ég tók eftir hann þegar ég hitt hann fyrst árið 2015 var að hann var alltaf glaður og ég horfði á þessa gleði og ég bara, hvaðan kemur þessi gleði? Og þetta er gleði sem er eilíf, þetta er gleði sem er algjörlega skilyrðislaus. Þannig að sem þýðir að hún er ekki háð neinu nema Guði almáttugum sjálfum og Guð er. Hann bara er, sem þýðir að þegar gleðin okkar er í honum, þá bara erum við glöð. Amen. Og fagnandi og við þurfum ekki ástæðu til þess. Ok, skulum við aðeins að minnka hérna ljósið. Svona. Við ætlum að taka næstu 10 mínúturnar í þessa bæn. Og ég ætla að bjóða þér að bara koma þér þægilega fyrir það sem þú situr eða liggur. Þú mátt draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá, þá finnur þú hvernig að það kemur svona friður og slökun og afslöppun yfir þig. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Ég bið að smyrja varir mínar og tungu mína þannig ég mæli eingöngu það sem að þú vilt mæla í gegnum mig núna í Jesú nafni. Og við ætlum að byrja á frelsisbæninni og hún er svona hermibæn þar sem þú mátt bara endurtaka eftir mér. Góði Guð. Góði Guð. Kæri Jesús. Kæri Jesús. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að ég er þitt barn. Takk fyrir ég þitt barn. Að ég lifi í þínu ríki. Að ég lifi í þínu ríki. Alla eilífð. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Nú ætlum ég bara að biðja að hjálpa okkur Drottinum að skoða hjarta okkar. Skoða gleðina og fögnuðinn. Hvernig er gleðin þín? Viltu meiri gleði? Sterkari gleði? Fagnandi líf? Og við tökum ákvörðun í hjartanu núna að velja gleðina og velja fögnuðinn sem kemur frá Guði. Og í Jesú nafni þá bara komum við fram fyrir þig, Drottinn.
og við iðrumst allra skurguðana og hjáguðana sem kunna að vera í hjarta okkar. Sem við höfum verið að reyna að fá gleði og fögnuð frá í stað þín. Og í Jesú nafni þá bara afhendum við þetta allt inn í iðrun þína, Jesús. Við köstum þessum skurguðum, þessum hjáguðum frá okkur. Og við snúum hjarta okkar algjörlega heilshugar til þín, Jesús. Í Jesú nafni bara neglum við þessi skurguð og þessa hjáguði á krossin núna. Í Jesú nafni krossfestum við holdið með ástríðum þess og gindum. Í Jesú nafni lýsum við því yfir að heimurinn og það sem heimsins á ekkert í okkur. Ekki neitt. Og við setjum því Jesús allra efst ofar öllu í hjarta okkar. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert gleðin okkar. Þú ert fögnuðurinn okkar. Og þú ert okkar yfirflæðandi allsnægtir. Miklu meira en nóg af öllu því sem við þörfnumst. Í Jesú nafni lýsum við því yfir að bikar okkar ekki bara barmafullur, heldur yfirflæðandi. Að þú lætur flæða svo mikið inn í bikar okkar að það flæðir uppur honum yfir inn í bikar annara í kringum okkur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú leggur hendi þín á hjarta okkar og læknar það. Og núna ætlum ég bara að biðja að ímynda þér, sjá fyrir þér sjálfa þig, með Jesús hjá þér, og það er bara rosa mikið gleði, það er svona birta og ljós og það er bara gleði og það er fögnuður. Og þú finnur að það kemur svona sterk trú inn í hjartað þitt, að þú ert glöð manneskja. Að þú lifir fagnandi lífi. Að þú ert rosalega glöð eða glaður.
Og annað fólk fyrir að taka eftir þessari gleði og spyrja, vá, af hverju ertu svona glöð, af hverju ertu svona glaður? Og þá má alveg svara því að ég hef Jesús í hjartanu mínu. Og ég bara lýsi því yfir, Drottin, að þú eykur gleðin okkar og stækkar hana. Að þú margfaldar gleðina í hjarta okkar, í sálin okkar og í hug okkar. Og við fögnum, Drottin, frammi fyrir þér með gleðisöng og dansi. Amen. Ég ætla bara aðeins að fá að biðja fyrir ykkur áður en við komum hægt og rólega tilbaka. Já, Drottin, ég bara bið fyrir öllum þeim sem eru hér í kvöld og öllum þeim sem munu horfa á seinna. Ég bara þakka þér fyrir að þessi stórkostlega gleði sem að kemur frá þér er að fylla hjarta og sál allra þeirra sem er að hlusta núna í Jesú nafni, að þín gleði er okkar styrkur og við bara eflumst og styrkjumst og bara erum kraftmikil og orkumikil og fótfrá og höfum miklu meiri nóg af orku og styrk til þess að sinna því sem við viljum sinna og nóg ágangs í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Og hérðan í frá er gleðin og fögnuðurinn svona ráðandi tilfinningar í þínu lífi. Amen. Þá skulum við bara opna augun hægt og rólega og koma tilbaka.